Þetta endi af pennastöng, útskorið af Ríkharði Jónssyni myndhöggvara, sem að móðir mín fékk í fermingargjöf árið 1923. Minjasafnið á Stöðvarfirði í raun safn af hlutum sem Antoni Þór Helgasyni hefur áskotnast í gegnum tíðina. Hann hefur sjálfur alla tíð verið mikill safnari og svo hefur hann tekið í fóstur ógrynnin öll af gömlum hlutum sem fólk hefur ekki haft pláss fyrir eða tímir ekki að henda. Anton geymir hlutina í húsnæði sem áður hýsti Landatanga sem áður framleiddi nælonábreiður fyrir Fjarðarál. Þetta byrjaði nú þannig að við vorum að vinna hérna á þessari hæð, þetta var atvinnuhúsnæði og það var nóg pláss og þá sá ég gat tekið draslið mitt sem ég átti og hengt hérna á veggina og þá byrjaði fólk að koma með hluti og vita hvort ég myndi vilja geyma eða eiga. Þannig byrjaði þetta og það endaði með því að eftir 10 ára þá þetta orðið yfirfullt. Já, það má segja það. Hérna kennir nú ýmis að grasa, það nú til dæmis ýmislegt hérna alls konar svona eldhúsvörur hérna fyrir aftani eða dót. Hvaðan kemur þetta svona aðalega? Þetta mikið af þessu frá mínu æskuheimili, utan á Löndum. Já, hvar það? Það hérna rétt hjá? Það hérna rétt fyrir utan. Þannig að þetta svona það sem var verið að elda ofan í þig þegar þú varst lítill. Já, það má segja það. Já, það þarna kleinupottur, þú hefur eflaust gett þér á kleinunum úr honum. Já, og slátrinu og sláturpottinum. Það sko tólgu í honum með þá. Og kónguló. Og kónguló. Hvaðan hefurðu fengið þessa hluti? Það bara alls staðar að? Þetta mest hérðan á byggðarlaginu, 80–90%. En svo svona smávegis að hlutum úr nágrannabyggðarlögum. Ertu farin að kunna við að neita einhverju annars slagið ef fólk kemur með til þín? Það erfitt. Ég ekki farin að neita ennþá. Nei. En líður eins og þurfi kannski að fara að kemur? Já, það orðið svo mikið hérna. Ég held að það komi að því, menn ég fari hægt að taka á móti. Já. Svo náttúrulega spurning hvað verður það ef það finnst eitthvað atvinnustarfsemi hérna fyrir þetta húsnæði. Þá þarf þetta að víkja. Ertu með einhver svona plan B eins og maður segir? Nei, ekki í augnablikinu. Nei, en það verður að finna þessu einhvern stað, þetta náttúrulega. Já, þetta verður hér meðan það ekki fyrir. En hérna, eitthvað hérna sem þér þykir svona merkilegasti hluturinn? Mér finnst það allt merkilegt en ég held að gæti verið einn hlutur. Já, sýndu mér. Þetta kom úr bókakassa sem átti að henda, var komið með. Þetta sagan af Vilmundi Viðutan, uppskrifuð af Birni Jónssyni skrifar á Bæjarstöðum árið 1854. Þessi komin til ára sinna? Hún komin til ára sinna. Og þetta allt handskrifað? Þetta allt handskrifað. Það eru til 4 uppskrifaða bækur eftir hann á Landsbókasafninu. Ég veit að þessa vantar. Ætlar að láta hann á hendi? Já, nei, ég læt hann. Það held ég ekki. Nei, ég held að þetta ekki að gera það. Þetta svolítið merkileg bók. Þetta stórmerkileg. Hefurðu lesið þessa sögu? Nei, ég hef ekki lesið hana. Þetta ofsalega fallega skrifað. Þetta flott. Þetta gersemi, já. Já, þetta merki frá síldarárunum. Steðji HF á Stöðvarfirði, meðal annars. Þetta var til að merkja tunnurnar. Já, það hefur verið, hvernig var spreyjað á þetta eða eitthvað? Nei, þetta var notaður yfirleitt skóbursti og blek. Skóbursti og blek, já. Var mikil hérna síldarvinnsla hérna? Það var töluvert. Varst þú eitthvað í því? Já, ég byrjaði mína vinnu þar. Já, hvað varstu gamall þá? 13 ára. Sko, það óhætt að segja að það sé hér penni eða 2. 20.000. Já, eða það. Hvernig hefur áskotnast allir þessi pennar? Það var góð vinkona minn sem býr í Grindavík, sendi mér hérna 14.000 og kunningi minn frá Sauðárkrók sendi mér hérna 6.000 stykki. Já, og engin eins? Nei, það á enginn að vera eins í þessu safni 14.000 og ekki heldur í hinnu. En það gæti verið í sitt hvora safninu svipaðir. Ég var að gefa hann smá hljóð, vita hvort hann virkar. If you are
alltaf verið með svona smá söfnunar áráttu eða? Já, ég held það. Hverju, manstu, safnaður einhverju sem barn? Öllu sem mögulegt var. Grjóti og kuðungum og skeljum. Hvar geymdirðu það allt saman? Hvar geymdirðu það allt? Það var bara þarna á mínu æsku heimili. Voru foreldræðinir ekkert orðnir þreyttir á að það væri dót út um allt? Nei. Þau hafa verið umburðarlynd. Já. Fannst þetta ekki bara skemmtilegt uppátæki hjá þér? Ég held það. Ég held að móður minni hafi þótt gaman að því. Hún var safnari líka. Hún vildi aldrei henda neinu. Nei, þú sækir þetta í hana. Allir það ekki, ég hugsa það. Safnaði hún einhver svona sérstök? Nei. Bara svona eins og þú, bara öllu? Já. Sá fjársögðu öllu? Já, allir það ekki. If you're a fantasy